Kröfuhafar í þrotabú gamla Landsbankans lýstu kröfum fyrir 6.000 milljarða íslenskra króna. Slitastjórn bankans hefur samþykkt að greiða tæplega helming þeirra krafna. Skilanefnd og slitastjórn gamla Landsbankans boðuðu til kröfuhafafundar á Hótel Nordica í morgun. Þar voru kynntar upplýsingar áætlað virði eignasafns bankans miðað við stöðuna hinn 30. september. Endurheimturnar jukust 12 milljarða króna á milli ársfjórðunga og nema þær nú rúmum 1350 milljörðum króna ef miðað við fastsett gengi íslensku krónunnar þann 22. apríl árið 2009. Við erum líka ánægðir að sjá að þrátt fyrir þessa niðursveiflu sérstaklega í Evrópu undanfarið í efnahagslífinu og þá sýnist okkur, og við skoðum það sérstaklega með tilliti til þess síðast, þá sýnist okkur að lánasöfnin sé að halda mjög í horfinu sem fyrir og það er bara jákvætt. Ef að áætlanir slitastjórnar og svo niðurstaða hennar að miða greiðslur við gengi dagsins 22. apríl 2009, en það er sá dagur sem kröfurnar voru umreiknaðar til, að þá duga endurheimturnar til að greiða forgangskröfur upp að fullu og jafnframt til greiðslu almennra krafna að fjárhæð 30 milljarða. Herdís segir að þegar sé farið að undirbúa greiðslur úr þrotabúinu en ekki sé ákveðið hvenær þær hefjast. Greiðslur fara fram í 4 myntum, bandarískum dollurum, evrum, breskum pundum og íslenskum krónum. Herdís segir að nú hafi verið tekin afstaða til allra krafna sem lýstar voru í þrotabúið en þær voru alls 13.000. Heildarfjárhæð lýstra krafna er 6.000 milljarðar en samþykki slitastjórnar liggur fyrir rétt tæplega 3.000 milljörðum. Og hinum var þá hafnað? Hinum var hafnað.